Þá erum við komin hérna í te og kaffi í göngugötunni á Akureyri og við ætlum að læra að búa til kaffi. Kaffi án og kannski getur verið neitt flókið en það allavega tvær aðferðir sem við ætlum að læra hérna í dag. Önnur mjög svo vísindaleg og hinn listræn aðferð og þið með það ætlaði að kenna okkur hérna að búa til þessi blómi í latte kaffibollan. Er þetta flókið mál? Þetta ekki svo flókið, en þetta krefst þess að þjálfa fínhreyfingarnar. Og kannski bjóða þér að prófa líka. Já, er þetta tré? Þetta tré, þetta svona páskalilja kannski öllu heldur. Ok, páskalilja svona rétt fyrir jól, veitu? Jú. Gerð hægt rólega. Og ofan í kaffið. Ofan í kaffið. Svo byrja að hella aðeins frá það núna. Já, þessi kom... Þetta er svona abstrakt bolli. Þetta virkaði samt svo einfalt. En þetta ekki samt svipað á bragðið eða? Það má dæmi það. Nei, þessi betri. Svo ætlum við að fara út í annað kaffi og það hvað, virðist vera svona gamla góða aðferðin en þetta aðeins vísindarlegra hjá okkur, eða ekki? Jú, það sem sagt, við kallum þetta Hario uppáhellingu og þetta bara eins og gamla uppáhellingin þegar það var hellt í gegnum trekt, leyfti bara að leka ofan í könnuna. Við vigtum kaffið sem fer í það, mölum það, prófum að mala það á mismunandi stillingum og já, vigtum líka vatnið ofan í það, þannig að við erum svona að nostra við kaffið og uppáhellinguna. Ok, við erum alltaf hérna yfir og læra þetta. Það sem við erum að gera að hella upp á svona gamaldags nýja aðferð sem bara gamaldags aðferð með svona trekt og filter. Við erum að byrja að mæla 30 grömm þegar við erum með hálfan lítra af vatni. Svona. Hvað það eru, 30 grömm? 30 grömm. Og svo ég búinn að forskóla pókann, þar sem ég hellti vatni í gegnum pókann til þess að losna við allt pappabragð úr pókann. Já, þannig að þú ert búinn að hreinsa hann? Ég er búinn að hreinsa hann og í leiðinni hitaði ég ketilinn, þannig að hann... En þetta samt bara venjulegur kaffipóki, eða ekki? Þetta jú, svona nokkurn veginn venjulegur kaffipóki. Já. Og hérna, svona, og þegar ég lét vatnið renna í hann, þá lét ég hann leggjast sjálfkrafa að. Þannig að hann leggst bara sjálfviljugur að og ég ekkert að tylla honum neitt, ég bara let vatnið sjá það að tylla honum við. Ok, erum við eitthvað að spá í gráðunum á vatninu, er það 100 gráður eða eitthvað? Já, það svona í kringum 95, 98, eitthvað svoleiðis. Og byrjum mælinn. Það sem við gerum að láta það drekka í sig vatnið. Svona fyrst, svo látum við það standa og lofum við því sjálfkrafa að losa burt koltvísýring. Þannig að, og þetta það sem við köllum að láta kaffi blómstra, sko. Og við látum þetta gerast í það bil mínútu. Svo vonumst við til þess að þetta verði í 4 mínútur að renna í gegn. Þannig að núna ertu fyrst byrjaðar að hella upp á? Já, og ég reynir bara svona að halda vatnsyfirborðinu frekar svona jöfnu. En þegar þú notar þessa aðferð, finnur þú sjálfur bragðmun á kaffinu? Já. Við erum með hérna uppáhelt kaffi. Já. Sem við erum með svona til samanburðar. En þetta þetta kannski ekki fyrir alla, sko, en þetta sem sagt, fyrir fólk sem vill fá gott bragð af kaffinu, þá þetta alveg málið. Hvað mikið eftir samkvæmt þessum tíma? Það eru 1 mínúta og 20 sekúndur. Mér sýnist þetta að verða svona aðeins yfir. Og... Ég veit að ef maður væri búinn að leiðast alveg heilan sunnudag, þá myndi ég fara út í að gera svona kaffi, þar sem þetta svona bara að fara blóðið til að renna, þetta er svo mikið spennandi í þessu. Svona, akkurat flott. Ég held þú ætti nú að finna muninn, sko. Þú sérð kannski mun svona fyrst, það með því að horfa á það, sko. Það er svona aðeins tærara. Já. Og hérna... Svona smá lítur að þessu? Þetta verður nefnilega, sko, svona í rauninni telæra, þannig séð. Já. Þetta var venjulegur uppáhellingurinn. Getur við dálítið heitur. Maður verður að sötra dálítið svona þegar maður smakkar. Það þessi kaffi smakkar ekki. Er það? Á maður að sötra með? Alveg dálítið grimm.
Og setur það líka? Já, alveg bara gríðverk. Er það notað sama kaffið í þetta? Já, alveg sama. Það er ekki eins og líkt bragðið af þessu? Nei. Bara mælum við allir prófið þetta. Takk fyrir mig. Já, takk.